Á árinu var líka hrint í framkvæmd einstæðri aðgerð til að rétta hlut íslenskra heimila, sem tók á sig umtalsverðar byrðar í kjölfar fjármálafallsins. Þessar aðgerðir og önnur úrræði fyrir þá sem vilja eignast heimili eða leigja munu hafa jákvæð áhrif á allt samfélagið. Þær draga úr greiðslubyrði og auka ráðstöfunartekjur og áhrifin kom ekki aðeins fram á árinu 2015 þegar mun gæta áratugi fram í tímann. Þá höldum við áfram. Finnið 3 villur í eftirfarandi texta. Framsóknarflokkurinn stóð við kosningaloforð sín almenna skuldalækkun á kostnað erlendra hrægammasjóða. Já, sem sagt, fyrsta villan orðið skuldalækkun, þar sem ekki á við lækkun heldur skuldatilfærslu. Rétt. Já, og önnur villan að aðgerðin ekki almenn, heldur þvert á móti gagnast bara ákveðnum hópi fólk sem fá skuldalækkun. Rétt. Já, og þriðja villan að skuldatilfærslan ekki að kostnað erlendra hrægammasjóða, heldur að kostnað íslenskra skattgreiðenda. Hárrétt.